Ný heilsugæslustöð í Mývatnssveit var formlega tekin í notkun miðjan ágúst en gamla heilsugæslustöðin flutti í bráðabirgðahúsnæði árið 1984. Úrbæturnar voru þess vegna langþráðar. Núna eru sem sagt liðnir 3 mánuðir síðan nýja húsnæðið var tekið í notkun og starfsfólkið segir allt annað líf að vinna í nýja húsnæðinu. Þetta nú búið að vera svona svolítið ævintýri. Það var opnað formlega 10. ágúst. Og þetta búið að vera mikið annríki á dagana á undan að pakka niður og koma okkur fyrir. En þetta er alveg ótrúlega munur, búið ótrúlega skemmtilegt að taka þátt í þessu. Hvað með tækjabúnað og svona, fenguðu ný tæki líka? Já, okkur hafi verið gefin tæki og þá eftir að gefa okkur fleiri. Og ég get alveg sagt það að íbúar og bara nærsamfélagið hefur sýnt það í bara orði og verki að það stendur með okkur og kemur og spyr hvað vanti upp á, hvað er hægt að gera þetta ennþá betra. Þannig að það er eins og annar staðið, það eru gjafir, það er ekki bara byggingin og það sem okkur er skaffað við fáum meira til. Þannig að gjöfum hreinlega bara rignir yfir ykkur? Já, það má eiginlega segja það. Það var áður ef við fluttum og farið að tala við okkur hvað okkur vantaði og það er ennþá verið að koma og spyrja hvort það sé eitthvað sem okkur vantar. En þið höfðu barist lengi fyrir nýju húsnæði, hitt var nú orðið eiginlega bara ónýtt. Veistu, ég eiginlega get varla sagt hvað það er langt síðan að fara að tala að það væri brýn þörf. En auðvitað hefur, sem fyrir 10 ára aftur í tíma, þá vorum við verulega farin að finna fyrir því hvað er erfitt að taka á móti slösuðu fólki í gömlu íbúðarhúsi. Og eftir því sem fólkinu fjölgar og umferðin verður meiri, það er ekki bara útlendingar, Íslendingar ferðast meira. Og þörfin var orðin svo brýn, en við finnum það kannski ennþá betur. Þegar við erum komin í þetta góða húsnæði, hvað við höfum unnið við erfiðar aðstæður. En þú ert búin að tala fyrir þessu í mörg ár. Á einhverjum tímapunkti varstu fann að útilokað að þið fengju einhvern tíma nýtt húsnæði? Já, ég var nú fann að segja það svona það leyti sem ég fer að njóta heimahjúkrunar, þá er þið kannski komið nýtt hús, ný stöð. En það er kannski svona svolítið ljótt að segja það. En í raun og veru þetta var ekkert í sjónmáli, sko. Þið þjónið ekki bara heimafólki, útlendingar eru vaxandi hérna? Já. Og það í haust bara alveg, þetta verður aldrei verið eins og í haust. Nú höfum við kannski skortur okkur talningar. En ég held reyndar að hérna, það sem breytist er að við förum úr því að vera í húsi eða með stöðuna inn í lokuðum botnlanga. Kannski hafa einhverju gefist upp á að finna okkur, en það er búin að vera alveg ótrúlega bara traffík af fólki, ekki bara fólk sem betur fyrir slasað, en fólk er að leita í lyfjasölu sem er hérna í sama húsi. En hvernig er þjónustan hérna? Það er ekki læknir hér með fasta viðveru? Nei, það koma læknar 2 í viku. 2 tíma senn, eftir hádegi á mánudögum og fyrir hádegi á fimmtudögum, hefur verið þannig í mörg ár og yfirleitt þétt bókað. En þess á milli að þá leysum við málin í samvinnu við lækna á Húsavík eða bara hjúkrunarfræðingar á staðnum. En getum við sagt að þetta sé í raun og veru bara allt annað líf fyrir ykkur? Já, þetta er allt annað líf og bara því við búum í stóru landi, eða litlu landi en strjálbýlu, að þá segi ég bara, ég vona að fleiri litlar byggðir fái eða hafi jafn góða aðstoð við þau hér. Vestmannaeyingar tala fyrir og eftir gos, er það þá þannig hérna líka? Það er fyrir og eftir nýja húsnæðið? Örugglega hjá mér. Já, og ég held líka að bara tökum sem dæmi sjúkraþjálfunina, aðstöðu sem er hér til sjúkraþjálfunar í staðinn fyrir að fara ofan í kjallara á íþróttahúsinu. Að geta gengið hér inn og komist í hjólastól og notið þeirra þjónustu, það er mikill munur.